Sá hluti íslenska uppsjávaraflans sem ekki nýttur til manneldis, hann fer í fiskimjölsverksmiðjur þar sem framleitt annars vegar mjöl og hins vegar lýsi. Þetta samt ekki lýsi eins og við tökum með hafragrautnum á mótnana þó það gæti reyndar orðið í framtíðinni því að þetta mjöl og lýsi aðallega nýtt í dýrafóður, til dæmis í laxeldi, svínarækt. En það sem þetta svona óbeint ætlað til manneldis þá eru gæðakröfurnar auðvitað mjög miklar. En í þessum hluta íslenska uppsjávaraiðnaðarins hefur auðvitað mjög mikið breyst. Framan af var síldin eina uppsjávartegundin sem Íslendingar veiddu og var hún fyrst aðeins söltuð en síðar fóru bræðslur eða fiskimjölsverksmiðjur að líta dagsins ljós. Þessar bræðslur, svona prótótípurnar hafi byrjað þarna fyrir aldamótin 1900, þannig að við til að bræða hval. Svo eftir aldamótina þá smá saman fjölgarinn frá 1911 bræðslanum, það sem ásamt því að menn unnvinna síldina í salt. Bræðslan náttúrulega vél, það iðnvæðing, hitt svona mannaflsfrek vinna. Þannig að þetta svona vinnslan á þessum uppsjávarfiskum, síldin í söltun, svo fyrir á bræðana, svo tekur loðna við, hún fyrir bara í bræðslu. En svo síðustu áratugum og þá hafa þessar nýju tegundir verið að bætast við, síldastofnir hafa verið að koma aftur og svo höfum við fengið makrelinn og kolmunan. Þannig að það hefur komið miklu breiðari grundvöldu fyrir fiskveiðar á uppsjávarfiskum og þróunin á síðustu árum hefur orðið sú að við söltum eiginlega ekkert lengur. Það smáið salta hérna á Íslandi, bara pínulítið með þau kannata. En það alltaf meira og meira sem að fer í frystingu. Þannig að menn að frysta þetta á bátunum að sjó eða í landi og þá selja þetta sem mannamat til að taka við. En svo það sem svo afgangs og afgang og hérna leifarnar af fiskinum sem beinagarðurinn og svolítið, þeir fara þá í bræðslurinni. Síldarsöltunin var auðvitað atvinnuskapandi, en það í rauninni alveg ótrúlegt að horfa tilbaka og velta fyrir sér starfsaðstæðum fólks og þá ekki síst til síldarstúlkunar. Síldarstúlkurnar, þær léku auðvitað mjög stórt hlutverk í sögunni og í þessum iðnaði. Þær störfuðu alltaf utan dyra, undir berum himni, höfðu enga í rauninni fyrirfram ákveðna vinnutíma, heldur voru kallaðar út þegar skipin kom í land. Skipið kom að landi fullt síldar og það var hafist handa við að landa með handafli eins og allt sem í rauninni við kom, það var alltaf handaflið. Þeirra helsta verkfæri var síldarhnífurinn og diskurinn, það er það sem fylgdi þeim alltaf ásamt svuntu. Og svo var það líklega bara kaffibrúsi og lítið nestisbox. Því að það voru heldur engin sérstakir matartímar hjá síldarstúlkunum. Þær unnu baki brotnu, held ég geti alveg leyft mér að segja, frá því að voru reistar út og þar til að þessi kassi hér var tómur, eða þar til að allt var komið ofan í tunnur. Og þeirra starf felst í því að sækja síldina, skera hausina af og draga slógið úr síldinni. Svo kastaði henni hérna í bjóði fyrir aftan sig og leggja hana þar í salt og velta henni upp úr salti sem að yfirleitt hafi verið blandað við krydd og þess vegna eins og við sjáum hér verður það svona rauðleitt og maður finnur rétta lykt af kryddinu. Þar þurfa svo að raða ofan í tunnunar eftir kúnstarinnar reglum, það má ekki bara henda síldinu ofan í, heldur þarf að raða henni eftir fyrirfram settum reglum. Þannig að það gat verið erfitt að ég tel að vera síldarstúlka og í mínum augum eru þær svona hetjur þessa tímabils. Þær fengu borgað fyrir tunnu, ekki fyrir unna klukkustund og fyrir hverja tunnu fékk síldarstúlka svona örlítið minna en verkamaður í landi, til dæmis sá sem vann á bryggjunni, fékk fyrir hverja unna klukkustund. En þær sem voru fljótastar gátu fyllt 3 svona tunnur á klukkustund, þannig að það gaf þeim tækifæri til þess að hafa hærri tekjur en karlmenn í sumum stéttum þjóðfélagsins. Og ég gæti trúa því að síldin hafi verið fyrsta tækifærið kvenna til þess að afla svo góðra tekna. Vinnsla síldarsöltunar hefur í eðli sínu ekki breyst í gegnum tíðina, en tækjabúnaður hefur vissulega þróast.
Vinnsluferli í síldarsöltun í dag þannig að úr kælitöngum skipa hráefni dælt inn á stærðarflokkara, síðan fiskurinn hausaður og slódreginn eða flökuð. Haus, sló og hryggir fara síðan í fiskimjölsverksmiðju. Síldin fer síðan í söltun, sykursöltun eða kryddsöltun og þá fer síldin í saltpækil og í lokaða tunnu sem síðan fer í kæli í vikur eða jafnvel mánuði og að lokum fer fram gæðamat á bragði, lykt, útliti og áferð. Á flestum stöðum þá þessi gamalkunna aðferð að salta síld svo gott sem horfin en loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði hins vegar heldur í gamlar hefðir. Það hafði átt sér stað geysileg þróun að salta síld á Íslandi. Ef við förum örstutt aftur til síldarárana þá var þetta náttúrulega alveg geysilega stór atvinnugrein og hún var svo stór að þegar síldin hvarf 1968 þá minnkuðu þjóðartekjur 10% en í síðasta hruni 2008 minnkuðu þjóðartekjur 7-8%. Það sýnir það hvað þetta var gífurlega stórt í okkar framfærslu á þessum árum. Síðan getum við farið til árana 80 til 90, þá var mikið saltað á Rússland og það var uppistaðan í magninu lengi vel ásamt því að sinna Norðurlandamarkaðunum. Í dag það þannig að við erum aðeins einir sem að salta síld og við erum fyrst og fremst að sinna dýrari markaðunum, Norðurlandamarkaðunum og svo Ameríku og Kanada. Við erum í dag að keyra á svona 10-15 tegundum af afurðum. Við erum að kryddsalta, við erum að bita, bæði etikbita og etikflök og við erum með flök með roði og við erum með sykursöltur flök og bita og svo má lengi telja. Við sjáum framtíð í að salta síld með öðru. Þó svo að síldarsöltunin hafi verið atvinnuskapandi á síldarárunum, það má segja að mestur hagnaður úr uppsjávarina á þeim tíma hafi komið úr mjöl og lýsi. Lýsið það var nýtt sem orkugjafi en mjölinu því var bara einfaldlega hent eða nýtt sem áburður. Hér á Siglufirði risu fyrstu síldarverksmiðjurnar árið 1911 og það voru fyrstu verksmiðjur landsins. Þar voru 2 byggðar hérna þetta ár en það var síld brædd á 4 stöðum. Það var í Bakkavíksverksmiðjunni og Evangerverksmiðjunni, þeim 2 nýju. Og 2 bræðsluskipum út á firðinum, öðru dönsku og hinu norsku. En í heildina urðu verksmiðjurnar hér 9 sem voru auðvitað rosalega mikið fyrir þennan stað og í rauninni fyrir landi í heild sinni því að annar staðar voru mest 2 síldarverksmiðjur. En þær voru mest 5 starfræktar samtímis. Starfsumhverfið var þannig að hérna var rosalega heitt, það var mikill hávaði og í rauninni bara frekar hættulegur starfsvettvangur. Menn notuðu ekki heyrnarhlífar eða öryggisgleraugu, hanska eða annað slíkt, heldur voru þetta bara karlar í krabbinu sem þekktu til sinna starfa og þetta var auðvitað mjög lokuð veröld, ólíkt síldarplaninu þar sem að hver sem gat gengið og séð hvað var að gerast. Það var svolítið misjafnt í rauninni á milli síldarvertíða, hversu stór hluti var saltaður í tunnur og hversu stór hluti fór í mjöl og lýsi, segi ég. En á bæði 5. og 7. áratugnum þá var meiri hluti síldarinnar sem fór í mjöl og lýsi, þannig að það voru ekki síður verðmætar afurðir heldur en síldin í tunnunum. Í dag aðeins 11 fiskimjölsverksmiðjur starfræktar á Íslandi, en líkt og í sjávarútveginum öllum þá þróunin verið sú að verksmiðjur þær stækka og þeim fækkar. Á sama tíma aukin áhersla lögð á að framleiða hágæða afurðir og hluti af því ferli til að mynda að geyma ekki hráefni í verksmiðjum of lengi. Nú, þarna 67-68 hrynja síldveiru norðaustur Atlantshafi. Þá voru Íslendingar að veiða 700.000 tonna síld. Fiskimjölsverksmiðjur á Íslandi voru 39 stykki, voru nánast í hverju einasta krummaskuði var verksmiðja og þær gátu unnið 17.000 tonna sólarhring. Til samanburðar í dag getum við unnið 11.000. Á nokkrum árum þegar þessi iðnaður hverfur og þessi floti sem var að veiða síld snýri sér á loðnuveiðum og það var ekki nægar loðnuveiðar í samanburði við síldveiðarna, þá duttu verksmiðjurnar úr 39 niður í 25-6 bara á nokkrum árum. Og þegar að kvótakerfið svo sett 1981 og nánast fóru 22 niður í 11 á 2 árum. Stór hluti af þessum verksmiðjum, eða stærsta fækkunin varð 2005
þegar að loðnuveiðar fara úr 600-700.000 tonnum niður í 200-300.000 tonn árlega, sem veldur því að það bara flotin var risastór, mikið skipum, mikil afkastageta í fiskimjölsverksmiðjunum og það bara vantaði hráefni og þá bara sátu menn upp með það, eigum við að vera með þessar verksmiðjur eða eigum við að fækka. Þeir bara skáru niður. Þetta hafði þetta áhrif á störf, það fækkaði heilmikið störfum og það fóru fiskimjölsverksmiðjur úr mörgum plássum, en þarna bara hráefnisskortur verður til þess að þetta dæmi gekk ekki upp. Og það sem fer í fiskimjölsíðuna í dag að mestum hluta það voða lítið blanda beint til í fiskimjöl. Það reynt að vinna til manneldis og þegar það undir manneldis, þá þú flakar síld, þá fellur helmingurinn flakið, þá fer hittar þessi hausinn og hryggurinn, fer í fiskimjölsverksmiðjuna, þannig að þetta eru þessar hlíðarafurðir sem fara í fiskimjöl í dag. Annað sem hefur breyst mikið í fiskimjölsverksmiðjunum að áherslan með stærri skipum og áherslan á manneldi, þá kemur hráefni kælt í land. Nú þetta kælda hráefni kemur auðvitað kælt inn í fiskimjölsverksmiðjuna líka, það kælt í vinnslunni og ef því landa beint kemur það kælt. Í dag eru menn að landa og taka hráefni og eiga bara hráefni til 3-4 daga hámarki og vinna þetta ferskt til að koma sér í hágæða fiskimjöl sem notað í fiskeldi. Og sérstaklega á loðnuárunum 75, 76 þegar menn voru hérna 76, 8, 9, menn mókuðu þessu upp og það var keppnir að ná þessu og þá var bara loðnu landa og þeir áttu stórar þrær sem voru geymslur sem þeir fylltu, gátu geymt 120-130 tonn alls staðar í kringum landi og svo voru þessu bara sett á tún og hvar sem og svo þegar vertíðinni lauk þá voru þeir kannski 2-3 vikur á eftir að bræða hráefni, mókaði upp á túnur og þetta var allt ókælt og þetta var ekki hágæðamjöl. Þegar þessi verksmiðjunum hefur fækkað helming, en afköstin hafa líka tvöfaldast. Þegar að kvótakerfið sett 81, þá voru 550 tonn að meðaltali sem fóru í gegnum verksmiðjuna. Í dag það 1000 til 1100 tonn, þannig að það nánast tvöföldun á sama tíma, áherslan á kælt hráefni og hagkvæmar einingar, stærðarhagkvæmni, það áherslan. Eins og áður segir eru fiskimjölsverksmiðjurnar í dag 11 talsins, en þar af má segja að 7 þeirra séu í gangi allt árið og það eru 7 fyrirtæki sem eiga þessar verksmiðjur. Þegar við horfum á þróunina þá óhjákvæmilegt að velta því fyrir sér hvort að verksmiðjum eigi eftir að fækka enn frekar og til þess að velta því fyrir sér þá getur verið fróðlegt að horfa til þróunar erlendis. Í Noregi þá það rauninni þannig að það eitt fyrirtæki sem á alla bræðslurnar í Noregi og á rauninni orðið stærstan hlutan af uppsjá frystingunni líka. Það fyrirtæki sem heitir Pelagia. En ekki einungis þeir í Noregi. Danmörk skiptir rauninni milli 2 fyrirtækja, það hins vegar FF Skagen og svo það Pelagia sem með hinn helmingin af rauninni framleiðslunni í Danmörku og síðan Pelagia með rauninni allar 3 verksmiðjurnar á Bretlandseyjum, eina á Írlandi og 2 í Bretlandi, þannig að Pelagia rauninni orðin, þeir eru með helminga framleiðslu á mjöl og lýsi í Norður-Atlantshafi á móti öllum hinnum. Telurðu þá að það eigi eftir að eiga sér stað samþjöppun hér heima? Nei, það þarf nú kannski ekki endilega að vera að við þurfum að fara í meiri samþjöppun hérna á Íslandi en auðvitað verður náttúrulega bara ekki síst ytri aðstæður að ráða því. Þegar ég byrjaði að selja fiskimjöl og lýsi á sínum tíma þá vorum við með tuga kaupendur út alla Evrópu, mjög stóran kaupendahópi í Bretlandi til dæmis sem var að kaupa þetta þá í dýrafóður fyrir svín og kjúkling og naut. Þessi markar algjörlega horfinn. Það gerir samhliða því að verður mikil aukning í laxeldi og laxeldið hefur rauninni bara boðið miklu hærri verð og getur boðið hærri verð heldur til dæmis landbúnaður sem hefur þýtt það að landbúnaðurinn hefur bara farið í aðrar vörur meðan að laxeldið hefur þá keypt allt mjöl og lýsi. Aftur á móti í laxeldinu hefur það líka gerst að þar hefur orðið mikil samþjöppun og núna má rauninni segja að það sé rauninni í Norður-Atlantshafi séu rauninni 4 stóri kaupendur. Þannig að þetta rauninni bara rauninni hluta því sem bara smækku mynd af því sem rauninni að gerast út allan heim. Fiskimjölsverksmiðjur í dag eru raun hátækni iðnaður. Vinnsluferill verksmiðjunnar til að mynda allur lokaður frá upphafi til enda, ólíkt því sem áður var. Eina undantekningin þegar vélarnar eru opnaðar vegna sýnatöku eða gæðaeftirlits. Hráefninu í fiskimjölsverksmiðjurnar annaðhvort dælt bara beint úr skipum eða fengið úr fiskiði í verunum.
Út úr verksmiðjunum kemur síðan annars vegar mjöl og hins vegar lýsi. En fyrir þá sem eru áhugasamir að vita hvað gerist inn í þessum verksmiðjum, þá skulum við fara hratt yfir sögu yfir ferlið og byrjum á fiskimjölinu. Hráefnið fer fyrst inn í forhitara, þaðan inn á sjóðara, í forsíun og pressu, þaðan í blöndun, þurrkara, mjölkæli, kvörn og sigtun og að lokum í blöndun og geymslu. Lýsisframleiðslan hefst með sama hættu og mjölframleiðslan, en frá forsíu fer pressuvökvi inn á mjölskilvindu og verður soðlýsi sem fer inn á grófskilvindu sem skilur lýsið að og hins vegar soð. Soðið fer inn á eimingartæki og blandast þar mjölinu og lýkur framleiðsluferlinu með því. Lýsið hins vegar fer í lýsiskilvindu og þaðan inn á lýsistanga. Eitt sem samt dálítið áhugavert og það að af hráefninu sem kemur inn í verksmiðjuna þá aðeins 30% sem endar í loka afurðinni því að 70% vatn eða hreinlega gufar upp. 15–20% verða mjöli og 5–15% að lýsi. Inn í nútíma fiskimjölsverksmiðju fjölbreyttur hugbúnaður og stýrikerfi sem að starfsmennirnir nota. Sem dæmi má nefna að í dag getum við fundið alltaf 13.000 skynjara inn í einni svona verksmiðju. Varðandi stjórn og eftirlitskerfi þá snýst þetta PLC eða iðnstýringar og skjámyndakerfi ásamt upplýsingakerfum tengdum þeim. Sem dæmi það má nefna stýringar á vinnsluferlum og síðan sem sagt stjórn hlutinn á vinnsluferlunum sjálfum þá í skjákerfinu sem slíku. Síðan upp úr þessum kerfum hægt að senda áfram upplýsingar, til dæmis dæmi það getur verið hitastig, skýrsla á hitastigum í vöruhúsi, á sólarhringsfresti til viðkomandi starfsmanns sem hann fær sjálfvirkt upp úr kerfunum, annarkvort skrá eða jafnvel fengið þetta í tölvupósti og séð hvort að allt sé eins og það eigi að vera. Og við höfum unnið að ýmsum svona sértækum verkefnum. Þau oft þannig í kringum sjávarútveginn, varðandi hreinsikerfi, lykteðingakerfi, ásamt mörgu öðru sem lítur að sjávarútveginum. Klárlega og enda held ég að þessi geiri hann sé mjög opinn fyrir allri nýsköpun í þessum bransa. Hérna erum við með tölvukerfi sem að rauninni sér alla erfiðisvinnuna, minnkar hlaup, starfsfólkið þetta svona umönnunarstörf og eftirlitsstörfur rauninni. Það þetta puð og svit að verða búin í þessu. Hérna erum við með eitt af stærstu iðnstýrikerfum á landinu. Hér erum við með komnir yfir 13.000 mælipunkta sem að segja okkur hæðir, hraða og þrýsting og annað þess háttar og eru rauninni framlenging á höndum á fólki. Hér fengum við einvala lið af hönnuðum og mönnum sem að hafa þekkingu í þessum bransa á Íslandi og það skemmtilega við þetta algjörlega íslenskt hugvit. Tækjabúnaður náttúrulega keyptur erlendis frá en uppstillingin og orkunýtingar hugsunin, stýrikerfið, iðnstýrikerfið, þetta íslenskt hugvit. Og hér lögðust allir á eitt og þetta orðið gríðarlega gott apparat. Fiskimjölsverksmiðjur þurfa mjög mikla orku og sem dæmi má nefna þegar að síldarvinnslan á Neskaupstaði keyrð á fullum afköstum þá nýtur hún álíka mikla orku og allur Vestfjarðakjálkinn. Flutningsgeta íslenska raforkukerfisins víða léleg með sérstaklega á landsbyggðunum. Fiskimjölsverksmiðjan á Þórshöfn hefur til að mynda ekki aðgengi að rafmagni vegna takmarkaðrar burðargetu kerfisins. Þá hefur rafmagnsnotkun fiskimjölsverksmiðja í Vestmannaeyjum verið takmörkuð vegna flutningskerfisins en þó breytinga að vænta þar. Rafvæðing felur í sér talsverða fjárfestingu og bera sjávarútvegsfyrirtækin hluta kostnaðar af því í gegnum svokallað kerfisframlag. Fiskimjölsverksmiðjur eru í dag flestar með tvöfalt kerfi. Þær kaupa svokallaða ótrygga orku en hafa einnig valmöguleika að keyra verksmiðjurnar á olíu og skipta ósjaldan yfir á þann orkugjafa þegar það hagkvæmara eða þegar ótrygg raforka ekki í boði. 2009-10 þá fórum við í umhverfisráðuneytið frá félaginu
og kynntum fyrir umhverfisráðuneytinu að við gætum minnkað losun allmikið með því að rafvæða fiskimjölsverksmiðjurnar. Og við vildum meina það að við gætum minnkað olíu á hráefnistonn. 2003 voru þetta 39 lítrar. Ég held að við höfum verið á þessum tíma með svona meðaltali 34-5 lítra á hráefnistonn. Að við gætum fyrir 2000, eða sem sagt fyrir 2015, gætum við komin niður fyrir 15 lítra á hráefnistonn. Allur iðnaðurinn sem slíkur. Og 2014 fórum við niður fyrir 15 lítra og fórum við 14,7. En því miður þá hafa svona ytri aðstæður ekki verið hagstæðar fyrir okkur vegna þess að raforkuverð og dreifing á raforku hefur hækkað geysilega mikið frá því að við byrjuðum þessar fjárfestingar. Þetta eru mjög miklar fjárfestingar sem að felast í þessu. Og til dæmis í fyrra þá voru menn að keyra, eða sérst 2016, þá voru menn að keyra að hluta til á olíu af því að raforka voru miklu dýrari heldur en olían. En þetta í rauninni miklu stærra mála allavega en ég gerði mig grein fyrir þegar ég fór að kynna mér þetta. Getur einhvern veginn setta í samhengi svo að við svona venjulega fólki á götunni skiljum hversu mikið umhverfismál þetta að raforkuvæða fiskimjölsverksmiðjurnar? Ef við tökum til þess 2015 þá hefði olíunotkun orðið, ef ekkert hefði verið gert, yfir 25 milljónir lítra, 25,8 milljónir lítra. Af svartolíu? Af svartolíu. En vegna rafvæðingar þá var hún 11,5 milljónir lítra. Þetta samsvarar því að við erum að minnka losun 55% og þetta svona svipað eins og rafvæða 13.000 bíla. Sko auðvitað draumurinn sá að allir fiskimjöls og lýsiðnaður á Íslandi sé raforkuveitur 100% og allt sem við framleiðum sé 100% raforku. Og þetta líka rosalega gott fyrir okkur sem iðnað að geta sagt frá þessu og Íslendingar segja frá þessu líka. Og ég held að það hafi verið sagt frá þessum árangri í fiskimjölsiðnaðinum af umhverfisráðuneytinu erlendis. Ég veit ekki betur. En nú geta einhver sagt, af hverju kaupið ekki bara trygga orku og uppsettu verði og mál dautt? Þá bara rekstrargrundvöllurinn fyrir okkar fyrirtæki bara brostinn vegna þess að við erum í samkeppni við aðila út í heimi og við erum með töluvert hærri flutningskostnað á mjöl og lýsi heldur en til dæmis frá verksmiðjunum í Noregi og Danmörku og jafnvel Færeyjum. Þannig að þetta myndi sennilega gera okkur bara ósamkeppnisfæra. Hérna fyrir aftan mig erum við með 12 megawatt rafskautakettil. Þetta gríðarleg bylting frá því að fara úr vera með olíuna og yfir rafskautin. Þetta hérna framleiðum gufu til suðu og þurrkunar, þar sem að það á við. Stærsta byltingin þá sú að nú erum við náttúrulega hættir að nota olíu, notum innlendan orkugjafa sem rafmagn og erum við lausir við mengun sem fylgir olíunni. Það er ýmislegt sem hefur áunnist í umhverfismálum fiskimjölsiðnaðarins svona fyrir utan raforkuna. Flestir sem bjuggu í nágrenni við bræðslur muna til dæmis eftir lyktinni sem þótti ekki mjög góð en myndi þó íbúa á að verið var að skapa verðmæti og því var lyktin stundum kölluð peningalykt. Jú, það muna það nú margir sem bjuggu í nágrenni við bræðslur eða bara í þorpum sem voru bræðsla að staðirnir voru undirlagðir dálítið á vertíðum. Og bara reykjarkóf og annað slíkt og lykt sem var þetta ekki boðleg í dag. Þannig að það mikil breyting. Fullnýting afurða einnig mikilvægt umhverfismál en fullnýting þýðir einfaldlega að allt nýtt og þar af leiðandi helst engu hent. Þegar við erum að flaka eða flapsa síld, þar að segja búa til síldaflök eða síldaflapsa, að þá fer frá við það haus, sporður, dálkur og innifli og þetta flokkum við allt frá á síldaflökunarvélunum og förum við gegnum sérstakann búnað sem við erum að taka hana vökva frá fasta efninu, dælum þessu yfir í fiskimjölsverksmiðjuna hjá okkur og nýtum þetta þar til að framleiða mjöl og lýsi. Og hvernig myndir þá lýsa nýtingarhlutfallinu í þessu hjá þér? Ég myndi lýsa þannig að við værum að nýta fiskinn 100%.
Afurðir fiskimjölsverksmiðja, þar að segja mjöl og lýsi, eins og áður segir aðalega nýtt í dýrafóður. Verðmætari vörur er hægt að fá fyrir hráefnið ef það er nýtt til manneldis, því þá er það ofar í virðiskeðjunni. Það hráefni er framleitt í fiskiðjuverum og það er einmitt umfjöllunarefni næsta þáttar.